Verið velkomin í Leikjadóm hér í Game TV og á þessu sinni það leikurinn Battlefield 1. Söguþráin í Battlefield 1 svolítið einstakur á þessu sinni. Fyrsta lagi þá gerist leikurinn í fyrri heimsstyrjöldinni og það ekkert margir leikir sem hafa gerst þar. Flestir leikir núna upp á síðkastið, skotleikir hafa verið að gerast í nútímanum eða framtíðinni og áður fyrir voru aðalega að gerast í seinni heimsstyrjöldinni. En nú það fyrri heimsstyrjöldin og í staðinn fyrir að vera bara eitt svona heildasöguþráð þar sem þú ert að fylgja einhverjum alveg í gegnum einhverja brjálaða sögu, að þá hafa þeir sett upp hjá DICE svona ákveðið War Stories kerfi. En það þýðir að það bara 5 mismunandi sögur sem þú fylgir, 5 mismunandi karakterum úr stríðinu. Þetta nú ekki sanna sögur en svona sögur sem eiga við svona styður sig við atburði úr fyrri heimsstyrjöldinni og ekki bara að þessu sögur heldur hjálpa þér líka að takast á við alls kyns element í leiknum og eru svona nett tutorial í leiðinni. Þú lærir að fljúga á flugvélum, skriðdrekana, læra á öll faratækin, vopnin og svo framvegis. Þannig að þetta mjög gott að byrja að fara í gegnum þessar War Stories, semst 5 mismunandi War Stories og eins og við sjáum hérna, það Through Mud and Blood númer 1 og hún gengur út á að vera að elta eitthvað skriðdreka og það svolítið svona stealth element í því. Númer 2 læra að fljúga og fara í gegnum það saman og svo koma þær hérna hver af annari. Það svona 5 klukkutímar söguþráðurinn og ég ætla ekki að vera að fara í hverja sögu fyrir sig en það eru eftir allt góðar svona stríðsögur, dramatískar, spennufullar og allt í gangi. 5 sögur, cirka 5-6 klukkutímar að klára. En hjarta Battlefield 1 multiplayerinn. Það að spila við aðra á netinu og það hefur náttúrulega bara verið þemað í gegnum alla Battlefield leikina og DICE framleiðandi leikina eru náttúrulega bara fremstir í flokki þegar kemur á multiplayer. Nú á þessu sinni þá þessu skipt upp í svona ákveðna parta og það eru nokkra nýjungar hérna og margir gamlir kunningjar í multiplayernum en það hægt að spila alltaf 64 saman á sama mappinu, risastór möpp og það hrikalegi bardagar sem þar fara fram. Nú stærsta nýjungin í multiplayernum þetta árið eða í Battlefield 1 svokallað Operations og eins og við sjáum það svona, þarna getur þú farið í svona stórt stríð sem spannar jafnvel fleiri en 1 orð og getur tekið alveg upp undir klukkutíma að spila og þarna fer maður annarkvort í hlutverk svona árásarliðs og ráðast á ákveðna punta eða varnaraðilinn sem á að verja þessa sömu punta og svo verið að hrekja liðin fram og tilbaka til að reyna bara svona halda velli í ákveðin tíma og reyna að vinna stríðinu eða halda þessum punktum. Þetta ótrúlega gaman og svona það sem ég spila kannski mest í leiknum Operations og það einhvern veginn alltaf eitthvað góðu fílingur í því sérstaklega þegar maður að vinna í squads og maður hefur sitt eigið hlutverk. Ég spila mikið sem medic en það líka að vera assault sem bara með vélbyssu og svolítið svona close combat. Svo þetta að vera scout sem með snæperipilin í fjarlægð. Svo þetta að vera support með fullt af svona vopnabyrðum fyrir aðra spilara og svo náttúrulega þessi medic sem ég yfirleitt að spila. Þannig að maður hefur sitt hlutverk í leiknum og ef tilheyrir squad þá alveg ótrúlega gaman að spila þessi stóru game mode eins og Operations en það eru fleiri, það líka hægt að fara í quick match og í quick match getur maður valið Conquest sem margir þekkja úr öðrum Battlefield leikjum. Þarna ertu bara að halda ákveðnum fánum og þetta svolítið svona eins og Domination í Call of Duty og með svona þekkjum þetta úr einum ýmsu leikjum. Nú það hægt að fara í Domination, það sem svipan þetta svona aðeins minna Domination heldur en Conquest. Conquest eru stærri svæði, stærri serverar, faratæki og svona. Domination meira bara að vera á fótunum, ekki vera í faratækjum. Nú svo náttúrulega Rush, þar maður bara að reyna annarkvort að ráðast á eða verja svona minni svæði og reyna að halda þeim eða ráðast á þau. Svo það Team Deathmatch, það nú einhver klassískasti spilunarmöguleiki í multiplayer bara sem vitað og svo að lokum War Pigeons. En það svona, maður þarf að fara með og senda einhverjar dúfur á loft til að koma einhverjum skilaboðum á framfæri og þetta svolítið svona game mode sem margir hafa dottið inn í og spila og hefur bara náð svona ágætis vinsældum en þeir sem alltaf vera alvarlega í þessu, þeir eru að fara í Operations, ég að segja ykkur það. Grafíkin í Battlefield 1 held ég að öðrum leikjum ólöstuðum svo besta sem ég bara séð í svona fyrstu persónu skotleik og bara í eiginlega flestu leikjum. Bara umhverfið í leiknum, hvernig það breytist, það kemur þoka, sólin hækkar og lækkar á lofti og maður sér alla skuggana og glampan í pollunum og þetta bara grafíkin bara algjörlega out of this world og sýnir bara hvað aflið í PlayStation og PC-vélunum svakalegt í dag og ég held að vera að segja að þetta sé eitthvað besti svona skotleikur þegar kemur að grafík.
Nú hljóð og tónlist í leiknum mjög góð, það náttúrulega mjög dramatísk, svona stórbrotið tónlist sem hentar vel þessu fyrir heimsstyrjalda þema í leiknum. Talsetningin mjög góð, aðalega kemur hún náttúrulega inn í sögufræðinum, það alveg mjög trúverðugir karakterar sem eru skapaðir þar og ekkert út á þetta setja og svo má ekki gleyma hljóðunum í byssunum, faratækjunum, þetta eru alveg í stríðskýrin og ég mæli með að menn séu alveg með headsetið bæði til að tala við hina aðilana í skotinu sem maður í þegar maður að spila online og líka bara til að upplifa hljóðin í leiknum í alveg í fullu svona þrívítasándi. Þetta er rosalegt. Þetta maður fær bara hár á bringuna þegar maður að skjóta á vélbyssunum. Þetta svo eitthvað svona heavy sound í öllum græjunum. Nú endingin í Battlefield 1 mjög góð. Þetta náttúrulega multiplayer-leikur fyrst og fremst og það hægt að spila hann endalaust. Sjálfur ég bara með baugandi augunum og rauð augu og allt þetta því að ég spila hann fram á nótt nánast á hverjum einasta degi eða kvöldi og ég alveg að missa mig í honum. Þannig að endingin eiginlega bara alveg fram að næsta Battlefield leik, svo leiki sem bara félagarnir nenna að hanga með þér. Gaman að reyna að mynda hópa og fara í skotin í honum. Söguþráðurinn 5-6 tímar en þetta heildarpakki sem á eftir að endast bara fleiri mánuði eða jafnvel fleiri ár. Þegar öll eru á botning hvolft þá Battlefield 1 einn af svona heilsteyptustu skotleikjum sem ég hef spilað lengi. Hann náttúrulega hægari en Titanfall og Call of Duty en það hentar mér ágætlega. Ég náttúrulega á 50-aldri, eldri en sólin, þannig að ég þarf aðeins að fara hægar í sakirnar. Hann taktískari, meira að hugsa svona og vera í skots og hjálpa náunganum, þannig að þetta gengur ekki alltaf bara út á að drepa. Þannig að mér finnst hann innihalda bara svo margar skemmtilega víddir. Og það sem ég vil mæla með að ef þið eru með síma eða spjaldtölvu að downloada Battlefield appinu sem þar inni, svona companion app. Því að þar getur þú stilt hermannið inn og svona verið að gera fullt af hlutum sem ekki í rauninni almennilega hægt í leiknum. Þannig að ég hvet fólk til að vera með það og þá getur líka fylgst með hvað félagarnir búin að spila mikið og svo framvegis og hvort þið séu online og þar fram eftir götunum. Þannig að endilega dettið aðeins inn í appið og spilið þennan leik því að ég mæli svo sannarlega með honum. Ég ætla að gefa honum bara 9 í einkunn. Þetta klárlega minn uppáhalds skotleikur og ég svo fegin að þið fór í fyrri heimsstyrjöldina. Það að virka svo 100% fyrir þá.